Og þá síðari hálfleikur hafinn hér á Laugardalsvelli og Sovétmenn komnir í sókn. Ásmund Már til varnar Íslendingur og Bjarni Sigurðsson. Staðan 1-1 og Sovétmenn hafa skipt inn á leikmanni í leikliðinu. Sergei Rodionov er kominn inn á. Og hér eru Sovétmenn orðnir ágengir. Skot að markinu en framhjá. Það var Sergei Alanov sem átti fyrsta skotið í síðari hálfleik. Gunnar Gíslason spyrnir frá íslenska markinu í upphafi síðari hálfleiks hér á Laugardalsvelli. Staðan 1-1 í þessum leik. Og nú er farið að bregða birtu hér á Laugardalsvelli og við skulum vona að Asil Markel dómari hafi ekki neitt við það að athuga og nái að ljúka þessum leik. Það er greinilegt að forráðamenn knattspyrnusambands Íslands hafi ekki valið réttan leiktíma þessu tíma ás. Sovétmenn komnir hér í sókn. Larionov rifar á Sónakli Lítse. Larionov aftur og Lítse Lukkin Nefnsendingu af Pétur Pétursson Atli á Ásgeir Sigurðsson. Ásgeir bíður eftir því að strákarnir komist í framlínuna og skiptir síðan yfir til hægri. Barist á báða bóga. Það var virkilega sterkt fyrir okkur Íslendinga að Sovétmenn skyldu ná í jafn leikins aðeins 1 mínútu fyrir lok fyrri hálfleiks. En Sovétmenn fá hér aukaspyrnu. Ásgeir Sigurðsson. Og Arnór sem er þar á fleygiferð. Og beita öllum bröðum til þess að stöðva þá og hér er það Ásgeir Sigurðsson sem stillir boltanum upp. Atli Eðvarsson kominn inn á mark til Sovétmanna. Aukaspyrnan frá Ásgeiri en Sovétmenn á að bæja hengilega frá og Íslendingar eiga innkastið. Sigurður Jónsson, Ragnar Margeirsson, það er vel gert hjá honum og setti boltann inn á undirtegin og gott skot. Árni Guðjónsson skotið Sovétmennir og brutu á honum leið og skaut og Asil Markel dómari dæmir Íslendingum aukaspyrnu rétt utan vítategs. Tekst okkur að nýta þessa aukaspyrnu til að komast yfir. Asil Markel dómari stýrði okkur upp þess að aukaspyrnu tekið. Varnarmenn Sovétmennum verður að vera 100 metra frá boltanum. Aukaspyrna. Og boltinn innan vítategs.
Bolti hér og svo skot fyrir Ásgeiri. Alltaf verða vitlaust hér á Laugardalsvelli. Hann stendur í ströngu Assi Marki dómari. Það er hornspyrna. Boltinn hefur farið í einn sovísku varnarmannanna. Ekki það að varnarvegurinn hafi verið brjóðskinn og hér kemur hornspyrnan. Og önnur hornspyrna. Það er byrjað síðan hálfleik vel. Ásgeir Sigurðsson sem tekur hornspyrnuna. Pétursson sótti þarna að Dassajev. Og það er aukaspyrnadæmi á Pétur. Menn er að gera Pétursson. Íslandsson til varnar. Bjarni Sigurðsson, markvörður, stillir boltanum upp. Gunnar Gíslason sér markspyrnuna. Og blokkinn hjá Sovétmönnum. Pétur einir nú frammi hjá Íslendingum og Arnór nær fyrir boltanum. Ásgeir, hendur og sjálfsögur aukaspyrna. Þetta er hlutur og aukaspyrna, ekkert að vera aukaspyrna. Hér kemur hún Atli upp og einnig Dassajev markvörður Sovétmanna. Byrja sem fyrr, Sovétmenn á bakvörðunum í sóknarlótunum. Íslandsfjall. Blokkinn. Blokkinn með 14. Ásgeir, mikið træðin úr þessu leik og Ásgeir hefði boltann.
Sovétríkin 1 hér á Laugardalsvelli. 33 mínútur enn til leiksloka. Sovétmenn fá aukaspyrnu og þegar tekið hana. Utsistov. Bessonov. Jurek Velitsin. Dinamo Tbilisi sem skoraði í öfnum mark Sovétmanna áðan. Það kemur eins kúndusendinga inn á vítateig Íslendinga. Og Sigurður Jónsson náði að bæja hættunni frá. Sovétmönnum. Ljósmyndarar taki eftir. Það bannað að nota flass við ljósmyndu hér á vellinum núna. Takk fyrir. Aukaspyrna skal endurtekin. Varnarvegg og Íslendingar ekki réttum stað. Það mati Assi Martins dómara. Sem tekur þessu aukaspyrnu inn í varnarveginn. Og hér þetta rángstaða á Sovétmenn Íslendingar á aukaspyrnu. Ómar og Ágúst Már og Kutusov með langa sendingu yfir til vinstri. Þessi sending hættarlaus, allt og löng og Íslendingar í innkasti. Gunnar Gíslason. Arnór og Ragnar Magnússon brotið á honum. Íslendingar fá aukaspyrnu. Jónsson. Sigurður býður til því að Atli Eðvarsson komið sér fyrir á markteig Sovétmanna og hér kemur aukaspyrna frá Sigurði. Þá var það Pétur Pétursson, reynir halsspyrnu og er mjög stórt. Sovétmönnum. Kemur í sendinguna og Sovétmenn í kastingu. Larionov, +7 sem tekur innkastið og Bessonov. Ásgeir vinstri keyrir upp hraðan og reynir að komast inn fyrir Sovétmennin en það tekst ekki og það er Ásgeir er enn fljótur, það vingur að þetta en þessi er fljótur, það er ekki líka eins og í Sovétmenninni. Sigmundur Smári Stefánsson, hann styrmir varnilli, hann býður hérna niður hjá vallavörðum. Sigurður og Bjarni Ragnarður.
Ásgeir með skalla. Allt barist þarna og Íslendingar var í þessu reglum. Rinda frá sér og Asselmarkið dómari dæmir því Sovétmönnum aukaspyrnu. 17 mínútur liðnar af síðan hálfleik hér á Laugardalsvelli. Staðan enn 1-1. Lænikoff. Aftur. Með skot en eitt að bjarga Ásgeir Sigurðsson Pétur Íslendingar Pétur við mistum þetta á sér Íslendingar eiga svo þingast Demjanenko fyrir liði Sovétmanna sem tekur hornspyrnuna. Frægi leikmaður og fyrir liði Dínamo Kýr. Íslendingar á að bæta hendinni frá. Sendingast til hægri, það er rætt. Harðendur ítti hérna við Rodionov og Sovétmenn fá aukaspyrnu. Vasilij Rats sem tekur aukaspyrnuna. Bara svona tegnum að sjálfsagt að hreinsa frá núna og það gerist og loka verið og þeir Pétursson og Arnór. Ásgeir, þar reynir
Sovétmönnum svo sannarlega skellt í bringur. Og Íslendingar fá til hornspyrnu. Rafn Guðmundsson sem tekur hornspyrnuna. Sovétmenn fá aukaspyrnu, Atli Eðvaldsson brotlegur. Síðara hálfleikur nákvæmlega hálfnaður hér á Laugardalsvelli hjá Íslendingum og Sovétmönnum. Staðan jöfn 1-1 og hér koma Sovétmenn. Vítateig, Larionov. Velgert hjá Ómar Torfasyni. Dómari dæmir á Arnór Guðmundsson. Aukaspyrnu Rúnar Kvelitsi. Og Bessonov. Ásgeir Sigurðsson. En það tókst ekki. Lára Larionov frá Sovétmönnum. Það var Einmikov, Íslisov. Aftur. Íslisov. Hann er skot. Íslenska vatnaveggi og reysa Íslandingar frá markinu. Sævar Jónsson en Sovétmenn strax komnir aftur. Skot en var allur kraftur í skotinu. Gunnar Gíslason. Ásgeir Sigurðsson. Í vörninni og það sé eitthvað rokið á Ómar Torfasyni. Sævar Jónsson stillir boltanum upp. Og tekur aukaspyrnuna. Sér hérna Sovétmenn. Pétur Pétursson læddist þarna inn á vítateig hjá þeim upp í myrkrinu. Rúnar Kvelitsi frá Sovétmenn. Hústóttin dæmt á báða bóla í þessu leik. Bokkin, frægi leikmaður Sovétmenn að stilli boltanum upp. En það er Rúnar Kvelitsi sem tekur aukaspyrnuna. Vel frá íslensku varnarmönnum
í byrjingu. Þeir hvergi hætti við það að spilna boltanum út af beinustu leið ef að þeim þykir hægt á ferðum. Skalla á Arnór. Nei, Massi Maggi dæmir ekki neitt. Ekki gæti betur séð en að Arnór hefði verið heldur og þá koma Íslendingar á fleygi ferð. Ragnar og Elvarsson en það taka þetta sóknarinu. Verði fanginu það að ljúka fram. En 17 mínútur til leiksloka og staðan jöfn 1-1. Rúnoff. Það var Demjanenko, vinstri bakvörður. Spesov og Sigurður Beritse. Síðan kemur hásending inn á vítateig Íslendinga. Það gengur vel, það verður þetta sendingu. Gunnar Gíslason. Og þetta er mest yfir við Íslendingar. Ragnar Margeirsson. Feldur og nú dæmir Astin Makker dómari Íslendingum aukaspyrnu. Að sjálfsögðu vorum við sammála ég og Karl Jónsson Astin Makker. Það er Sigurður Jónsson sem tekur aukaspyrnuna. Arnór og Sovjetmenn hér. Rodionov sendir yfir til vinstri og skott og yfir markið. Og það var enginn annar en Óli Blokkin sem átti þetta skott. Frægi leikmaður Dínamo Kýv leikið 103 landsleiki fyrir Sovjetmenn. Helgi Rodionov. Hún ráði fyrir einhverjum Jaski. Hann kom inn á í upphafi síðari hálfleiks. Fyrir Hitta Túlin. Geysilega gott valdaboltanum en Ásgeir Sigurðsson hefði sjá þessu leik og félagar Sigurður Jónsson boltanum. Ragnar út á hægri kant á Arnór. Sovjetmenn spila vörn í sókn. Löng sending fram og Ágúst Már nær á boltanum. Og hreint og sjálfsögðu aukaspyrna á Sovjetmenn. Þessum leik íslensku strákarnir hafa staðið sér frábærlega. Þeir hafa staðið í frægu leikmönnum Sovjetmenna. Sovjetmenn hafa
enn á yfirhöndinni og hér koma Íslendingar Pétur Pétursson og Hóður. Hvað gerir Nassi Maggi dómari nú? Það hefur gefið tveimur Sovétmönnum ábendingar í þessu leik. Þetta er að þriðju ábendingunni við. Dassajevs markvarðar að hann skyldi standa á nákvæmlega réttu stað í sovéska markinu. Ég sjá þetta aftur. Og íslensku strákarnir hafa gott í sókn og sovétmanna auðvitað á bakaftur og hefja nú nýja. Ásgeir Sigmundsson og Ómar Torfason. Innkastið. Ásgeir. Pétur Pétursson. Einir helspillu og hann fær innkast. Og eftir að helspilluna hjá Pétur í þessu leik. Ég með þessi þar sem Íslendingar fá innkast. Ásgeir Sigmundsson. Fyrstu leikur af íslenska leiksins. Pétur Pétursson sendir boltan fyrir markið og hér Ómar Torfason með skot. En ein góð sókn á íslensku fótboltanum í kvöld. Það var kannski með sanni segja að láni leikinn í Sovétmönnum í þessa leik. Hér sjáum við þessa sókn. Pétur boltan fyrir markið Torfason og skothaust framhjá. Það enn 10 mínútur sem leiksloka hér á Laugardalsvelli og Guðjón Litsi vinnur háa sendingu og Íslendingar. Hálftíma Ragnar Arnbjörnsson og Sigurður Jónsson. Ránda sendingu fram. Vona að það verður ekki komið kolsvarta myrkur áður en Nassi Maggi dómari lautar til leiksloka. Þannig að við getum komið þessu til skila sem hér er að skýja þessu landsleik Íslendinga og sovétmanna á Laugardalsvelli. Þetta er söguleg leikur, það fer ekkert milli mála. Það er 1-1. Þess 10 leiksloka. Sovétmenn ber í sókn. Hann mistir að boltanum. Ásgeir Sigmundsson. Komið á stað. Og síðan sendir. Íslendingar eiga þetta innkast og þá ætlar Lobanovski þjálfari sovétmanna að skipta inn á varamanni og kallar Larionov af leikvelli og hans
kemur Gennady Litovenko. 12. Eins að sjá ná eru orðið stuggsýnt á Laugardalsvelli. Það er naumöldum að ég sjái hvað er að ske út á vellinum. Ég sé að myndavélarnar skila þessu mun betur heldur en mannsaugað. Markspyrna frá Bjarna, Sigurður Jónsson, Arnór og Gunnar Gíslason. Strákarnir verða að halda þetta út. Það er ekki nema 6 mínútur eftir. Og hér kemur Ásgeir. En Ásgeir og það hleypir fyrir hann. Sigurður Jónsson í þessum leik lá með hálsbólgu allt þar til í morgun en það er ekki að sjá að hún har haft gott ráðum á byltinn og þegar tekur hann auðvitað. Atli og þá Ásgeir Sigurðsson. Lítur á honum, hvernig er honum aftur. Pétur. Og Pétur fengt í framlæsi þarna og sjálfsagt að gaman auka hérna. En hvað gerir Súri Kvelitsi? Það var hann sem náði að jafna leikinn undir lok fyrri hálfleiks áðan.
Larsen stillir boltanum upp, tekur aukaspyrnu fyrir Sovétmenn. Hér kemur hann og strákarnir dæja hættinu frá spyrnu í horn. 3 mínútur til leiksloka og Sovétmenn frá hornspyrnu. Sem tekur hornspyrnuna fyrir Sovétmenn. Sending og Pétursson og Arnór á fleygiferð en hún tókst ekki að boltanum á Sovétmönnum. Laugardalsvöllinn er aðeins 2 mínútur til leiksloka hér, staðan hér, Ísland 1, Sovétríkin 1. Sovétríkin hvað þeir gera til að jafna leikinn. Það er eftir að komast yfir. En það tókst ekki hér, það var 0 skot. Marcel Rats. Og átti þarna 0 skot. Gíslason stillir boltanum upp. Það er Bjarni sem tekur markspyrnuna. Það séu góðslega félagarnir nú. Síðustu mínúturnar. Jafntefli blasir í þessum leik. Sigurður Jónsson. Ásgeir og hundraður og það sjálfsögur að spila. Stórkostlegt að ekki tækist að skora sigurmarkið á síðustu mínútu leiksins. Sovétmenn enn á að jafna leikinn á síðustu mínútu fyrir áleik. Góðir vallargestir, nú er þessu leik senn að ljúka. Ég vil biðja ykkur að sýna íslenska landsliðinu þakklæti með því að fara alls ekki inn á völlinn að leikloknum. Takk fyrir. Pétursson var hann ágengur og Sovétmenn komu hér á fríði ferð og það var úr fyrr. Tressir vörnin í íslenska strákunum. Pétursson brotlegur, aukaspyrna skal tekin á réttu stað, segir Axel Magnús dómari. 45 mínútur liðnar síðan hefur fengið sigurmark. Pétursson fékk áminningu og 2 Sovétmenn og 1 Íslendingur fengið áminningu þessu leik. Og Sovétmenn taka hér aukaspyrnuna. Axel Magnús dómari fara að líta á klukku sína. Leiktíminn er senn liðinn hér á Laugardalsvelli. Það er sko 8 sekúndur eftir og getur vel að svo verið. Fyrir markið. Og hér flautar Íslendingar vörðust vel frá fyrstu mínútu og sýndu Sovétmönnum sem sannarlega oft í 2 heimir í þessu leik. Það var Arnór Guðjónsson sem skoraði fyrsta markið eftir 30 mínútum en Sovétmenn höfðu Og vallargestir, þá er síðhættuleikur komin á völlinn í dag. Á völlinu voru 6.268 manns. Takk fyrir mig. Samtök hér á Laugardalsvelli. Íslendingar hafa í fullu tré við Sovétmenn hér á Laugardalsvelli. Ísland 1, Sovétríkin 1. Og Íslendingar hafa þá lokið 2 leikinn í Evrópukeppni landsliða í knattspyrnu. Gert jafntefli við Frakka 0-0 og hér í kvöld jafntefli við Sovétmenn 1-1. Og Íslendingar hafa þar með hlotið 2 stig í Evrópukeppni og eru ósigraðir. Glæsilega gert hjá íslenska landsliðinu í kvöld.
vel.